Óreiða, þrep númer 2 sem heitir óreiða. Vill maður rifja það aðeins upp áður en ég opna glæruna því það er ég bara með lausnir. Sko óreiða, ef við rifjum hana aðeins upp, þá er manneskja búin að bera ábyrgð á að fá sér tekjur eða það er mikið neysluþörf, hann langar að leika sér og upplifa eitthvað og kannski kaupa sér eitthvað nýtt, munið hnakkinn, selfosnakkin. Það er kannski svona íkdæmi en það er alveg til margar þannig sögur og maður er bara að lifa og leika sér og ég og mína óreiðu sögu og hún var mest tengt því að fara til útlanda, átti ekkert fyrir því og tók það á okkur yfirdráttum og vísa og svo kom ég heim og bara oh shit, maður spáði ekkert í því með að maður var úti sko og reddaði því svo bara eða ekki og svona þetta var ekkert ofsalega langur tími og við gátum ekki leikt lengur og vorum bara heppin að fá inn í bílskúrnum hjá tengdaforeldrum mínum. En var menn þá í óreiðu en svo svona, þetta var kannski þegar ég er svona 20 upp í 24, þá er ég óreiðu. Og svo hætti ég því og fer stutt á skuldaþrepið og frekar fljóta að koma mér í jafnvægi. Bara sjálf, kannski heppin að pabbi var á undan mér að gera þetta allt saman og svona kendi mér eitthvað. En það er svona þetta að þú ert að búa eitthvað til eins og pabbi að koma sér upp heimili en heldur ekki utan neitt eða þú ert að kaupa þér og leyfa þér, tekur kannski sénsa hvað þú getur og svona, svo er þetta hvort þið er komið í eitthvað vesen að nú bara bæti við og leyfir þér og af því það er mikil þörf á að fá að lifa bara og gera eitthvað. Draumurinn hjá manneskjunni er að slökkva á sig bara, fara í lottó eða vinna í fara í gjaldþrot ætla ég að segja eða vinna í lottó. Ofsalega erfitt að hættulegt að fá vinning hér, ofsalega hættulegt að fá slysabætur eða eitthvað að vera með hegðun hér. Út af því að ég hef margoft séð þegar fólk hefur reynt að fá svona skynsemisköst í óreiðu og ég hef séð þegar fólk fyrir gjaldþrot er í óreiðu, eitthvað lögfræðingur skrifar fyrir þau og svo koma þau til mín og eru bara ennþá mun kannski dýpra verra vesinni af því þeir lærðu ekki neitt á því, breytti ekki hegðuninni sinni og svo leis. Þannig að ekki, ef þið teljið þessi óreiðu eða þið vona á einhverjum peningum þá skulið þið aðeins stoppa við og hlusta vel allavega á þennan fyrirlestur. Hér er tilfinningin pirringur út af því að það er kannski líka komið persónulega skuldir og svo skuldar einhverjum og svo fer hann að leyfi sér eitthvað. Þetta er útlandi eitthvað, manneskjan sem að skuldar er bara hér að tauta og svona þannig að myndast oft svona svolítið spenna inn í óreiðu og líka spenna hjá þeim sem skuldar þegar hann er að reyna að standa sig en líka bara að reyna að lifa og hann er duglegur, þetta er hörkudugligt fólk sko yfirleitt sem er í óreiðu því að þau eru bara að vinna og reyna að sækja sér pening og þannig að byrja þessi sterka tilfinning, mér vantar bara meiri pening, mér vantar meiri pening, mér vantar meiri pening. En hver er lausnin með þessu? Hugsið aðeins máli, hvað myndið þið halda að vera lausnin? Ég ætla að sýna ykkur hana, ægilega eins vel og ég mögulega get, það þarf ég að minnka mig hérna. Munið vítarhringurinn, hann var hér að mótusringir og borgar bara og svo verður kannski þannig að ekki að borga leiguna næst og eða leigusalinn hringir, borgar það og þá nærðu kannski ekki rafmagn hita og manst ekki úr 2 eftir og 3 eftir og svo slöknar á rafmagninu og heima hér og eitthvað. Það er svona spenna og þau eru kannski oft að flytja og missa heimili, það er eitthvað svona aðeins rótleysi stundum í lífinu, í óreiðu. Og hérna, þetta er ekki rétt glæra. Þannig ég fer tilbaka, hún er hér. Vá, þú þarf að gera þetta allt saman. Nei, ég ger svona. Nei, ég ekki að taka þetta aftur. Hér. Hérna var þetta kannski ánröð sem var þarna, já, skiptir ekki máli. Hér voru lausnir. Sko, plúspóllinn heitir val og muniði þrepi fyrir ofan, það er skuldir. Hann var búinn að velja að borga þessa grunnreikninga, leiga, rafmagn hiti, eitthvað sem tengist heimilinu mínu, börnunum mínum, fjölskyldu, eitthvað svona grunnreikningar. Hann velur þá fremst
og það er hérna fyrsti punkturinn, velja hvað þarf að greiða, hvað er mikilvægast í mínu lífi, borga það fyrst af öllu, ekki öll vanskilin heldur það mikilvægasta. Sko, það sem er mikilvægast að sé að gera núna er hann borgi ekki öll vanskilin, hann þarf kannski bara að láta þau vera. En það stærsta sem hann þarf að læra er að hætta að taka sér sénsa og hætta að búa til ný vanskil. Búa til ný, notabene. Hann getur ekki lagað allt sem er komið. En hann getur hætt að búa til ný vanskil. Og það þýðir hann þarf að hætta að taka sénsa, fá sér neglur eða nýjan iPhone eða fara til London eða fara að gera eitthvað eins og ég að fara til Spánar aftur eða eitthvað sem mamma var að gera sem mamma var að taka sénsa með. Pabbi að skipta parket og þið vitið sittum ekki og skulda fullt af fólki en hélt ekkert utan það og það að gera það allt seinna og svo aldrei komið það seinna. Þið vitið þannig að það hættu að taka séns og vera að eiga fyrir því sem þetta gera, annars gerur það ekki og það er það sem skuldaþrepin gerir, það er þrepið fyrir ofan, það borgar hann grunnreikningana og kemst að því að það er ekki mikill afgangur eftir. En til þess að ná að taka þetta skref þá þarf það að hætta að taka sénsa, það þarf að hætta að taka netgíra og hætta og bara sleppa kannski takinu. Hann kemst að því að þá er ekki afgangur til að lifa og hann langar það ekki, hann langar að halda áfram að fá að bara lifa og dreyma og það er rosalega sterk löngun í óreiðu að mér langar að hafa það gott og mér langar að meika það og eins og ég sagði í síðustu viku að þau fá oft hugmyndur svona hvernig verði ég skjótt ríkur eða þannig að þau hafa ekki úthaldið því að framkvæma það og klára það. Þannig hérna það er mun ofar sem að við getum valdið því. Þá er þroskinn komin og við náum öllu og þá er þetta að búa til eitthvað flott, sko. Þannig að það ætla að sýna ykkur hérna eina mynd sem kemur á næsta sem lýsir þessu kannski best. En ég ætla að áður en ég opna hana, ætla ég að sjá pluss- og mínuspóluna. Hvað gerist? Já, þið sjáu nefnilega ofsalega vel. Þegar við erum með mínuspól þá erum við að forðast þessar skuldbindingar. Við erum að forðast að horfa á þetta, við erum að forðast okkar eigin hegðun. En valið að velja þessa grunnþætti, þessar 5 reikninga, eitthvað leiga, síminn, rafmagn, hiti, leikskólagjöld, eitthvað, er það sem við tökum fram, borgum það, tökum eftir, það er ekki mikill peningur afgangs, fullt af skuldum kannski fyrir aftan okkur, ég hætti að búa til nýtt og reyna að lifa á þessu litla. Þá erum við komin upp í skuldaþrep. Draugum saman, seglin. Þannig að við skiljum alveg hver lausnin er í óreiðu, að þá bjó ég til svona dæmi sem er hér. Hafið komið í úlingaherbyggi í óreiðu. Úlingaherbyggi og allt í drasli. Ég er bara með myndaði hérna. Það er svolítið sama hérna, það er svona sama þroska hegðun í sko fjármál í óreiðu og hegðun í heimili í óreiðu. Þetta er svona sama sem er að gerast. Hvernig eru samskipti? Þetta er nú Stína hérna, segjum það, sem á þetta herbyggi. Hún er 16 ára gömul eða eitthvað og það er alltaf svona drast og allt út allt og hún þykir samt vera með stýra á þessu, stjórn á þessu og hún vill hafa þetta svona og veit allt en einstakar sinnum fær hún svona shit og langar allt sé fínt. En það er eitt í því, hún kann ekki að taka til, hún kann ekki að ganga þannig að hún er að reyna að leita leiða hvernig hún getur gert þetta án þess að þurfa að vera í 3 daga að taka til. Hún nennir því ekki, það er sama með skuldir. Við nennum ekki að vera svona lengi, þetta er svo mikið og erfitt að ég nenni ekki, hvernig get ég sloppið við þetta og það verður bara fínt án þess að hafa mikið fyrir því. Úlingar eru snillingar í þessu. Þeir taka fötin sín svona í fangið, allt sem er á gólfinu og búm, setja í óhreintegið. Og hvernig kemur það tilbaka? Allt hreint og fínt. Og bara lita flokkað og eitthvað, mamma er búin að þvo eða pabbi er búin að þvo. Og hérna, en orðið fyrir eitthvað fínt í herbyggjum. Þau eru svona skyndisóknir án þess að ég þurfa eitthvað að flokka. Þau eru ekki búin að flokka þetta sko fötin sín. Þetta er óhreint, þetta er hreint, ég get brotið þetta saman, setja inn í skáp, en þau taka öll fötin, allt sem er á gólfinu að setja í óhreintegið.
og fyrir stuttu síðan að ég á son sem núna 18 en hann var 17 þarna og ég góm hann og hann með fötin sinni hérna hrúuna, hann var að gera fínt í herbygginu sínu og að setja þetta blanda af hreinu og óhreinu inn í óhreinutau og ég segi við hann, Viktor, má ég taka mynda? Hann bara, hverju? Ég segi bara að því að ég myndi velja nota þetta fyrirlestrana mína. Hann bara, nei, bara ekki til í það. Þú veist, og það svolítið að sama, mér langar bara að fara með fjármálum mín og eitthvað annar pakkin saman og lægja þetta án mín og allt verður komið í lag. Hvernig eru samskiptin á heimili þegar það svona óreiða í herbyggi? Mamma hérna henni með að þú býr í mínum húsum, eitthvað svona tauta og raula, já, pottið. Og líka þegar það eru komnið þau diskarinn í herbyggi og glös og svona allavega, kannski komið vond lykt og eitthvað. Þannig að það yfirleitt svona verið að tauta og yfir þessu ástandi, alveg eins og í fjármálunum að það einhverju að byrja að böggast í manni og pirrast. En segjum hún Stína, hétum það ekki, held að hún fái allt í einu bara núna að alveg koma ógeð á þessu. Af því það gerist alltaf í orði, við fáum alltaf ógeð af og til. Og hún alveg bara, nú ætlum ég að taka til. Hvað gerist þegar hún svo bara opnar herbyggið sitt með þessu skynsemis-kasti sínu þegar það er að koma jól og vill hafa fínt? Hún horfir bara yfir herbyggið sitt og bara, henni fallast hendur. Bæði út af því þetta er ógeðslega mikið. Hún kann ekki að ganga þetta, hún kann ekki að ganga frá, hún kann ekki að brjóta saman eða hengja upp, eða þú veist hvað á að hengja upp og hvað á að brjóta saman og hún finnur að þetta er orðið svo mikið og þetta tekur svo langan tíma að henni geti bara fallist hendur og hætt við og loka að fresta þessu. Og það er að sama með fjármálin að fólk fær oft svona, ok, núna að því að kíkja á þetta og þeim fallast hendur og bara getið ekki og loka sig og halda áfram. Þannig að það er svona hegðun hérna líka, get ég látið mömmu og pappa bara þvó þvottinn og fengið þetta brotið saman tilbaka, get ég mútað systur minni til að taka til eða þú veist eitthvað til þess að, en ef að mamma og pappi taka til í herbygginu og allt er orðið ding, eins og ég er svolítið seg að því að þegar að börnin mín fara í æfingabúðir eða eitthvað yfir helgi, það var alltaf rosa fínt þegar þau koma heim, glansandi fínt. En hvernig er herbyggið eftir 3 vikur? Hvernig er herbyggið eftir 2 daga? Er ennþá svona fínt? Nei. Þannig að ef einhver annar er að leysa þetta fyrir þig og þroskinn kemur ekki og ábyrgðin kemur ekki, að þá er bara aftur drasl eftir 2 daga eða 3 vikur og allt komið á hvolf út af því að þú vilt ennþá að gera það sama. Hver er þá lausnin úr óreiðu? Og hana þurfum við að heyra. Hún á ekki að taka til. Það á ekki að ganga frá vanskilunum. Það þarf að hætta að drasla. Þannig að næst þegar hún Stína kemur heim og er ekki í jakka, ég oft leik þetta sko. Þannig að segjum sem svo að hún er að koma heim, hún er í jakka. Í staðinn fyrir að henda honum á gólfið í hrúina, þá þurfa hún að muna neybitu. Ég er ekki að fara að gera þetta, ég er ekki að fara að bæta við hrúina. Ég ætla að hengja þetta upp. Og ég gerði það við svona og ég brjóta saman eða þú veist, þú þurfst báði því, hengið upp, ganga frá. Þá bætist ekki við í hrúuna eða vanskilurhrúuna. Hætt að taka sensa, hætt að drasla. Á skuldaþrepinu kemur að byrja að taka til. En við verðum til þess að byrja að taka til að vera hætt að búa til nýtt. Og þannig að muniði til að komast úr óreiðu þarf að hætta að drasla. Lausnin er ekki að taka til. Lausnin er að hætta að búa til nýtt. Og rétt svona í lokin þá ætlum ég að segja ykkur aðeins til að stækka mig, því að meina þetta svo mikið sem ég er að segja núna. Að það var maður hjá mér á Ísafirði. Fyrir aftur Ísafjarðarsaga, það er nú bara óvart sko. En gaman þegar maður er búin að vinna við þetta svona lengi á maður mikið að sögum og þessi er bara ný komin til mín aftur. Það er maður hjá mér í Ísafirði sem er í óreiðu þegar við hittumst. Og ég get ekki hjálpa honum að ganga frá þessu fjármálunum hans. Ég vissi reyndar ekki þá, hann var ekki alveg orðinn edrú. Hann var ennþá að bögglast aðeins við það þegar hann var í endurhæfingu og að fá hjálp við að verða edrú. Og ég vissi það ekkert alveg þá, ég var bara að hita hann á námskeiði, sko, ég veit það núna þegar hann er nýbúin að vera samskipti við mig aftur.
og ég segi það bara eitt sem ég get gert með þér núna út af því ég sé hann ennþá búið til nýtt, ég sé að skuldinnar allar nýjar og svona, ég segi það ekkert sem ég get gert fyrir þig nema þú hlustir að það sem ég að segja sem hann gerði greinilega út af því ég segi hættu núna að búa til nýjar skuldir, hættu að búa til nýjar skattaskuldir, hættu að búa til nýjar þessar skuldir og hættu að búa til nýtt, láttu gamla vera. Hann var í leiguíbúð, þannig að það var engin hætta þannig upp á að fá fjárnám og svoleiðis. Þannig að ég segi hættu að búa til nýtt og ef þið tekst það, komdu þá tíminn eftir árið eða eitthvað, þú veist, þá getum við skoða vanskilin sem þegar eru orðin. Ég get ekki hjálpað með þau fyrir þú hættur að búa til ný vanskil. Það er kannski einfalt að segja þetta svona, það er kannski mjög flóknar að horfa á það stundum hjá sjálfum sér og byrja þetta bara svona einfalt, ja, stundum já. Og svo núna bara fyrir örstuð til síðan að þá hringdi hann í mig og þurfti hans að rifja upp hver hann var og að segja mér söguna og myndi eftir honum. Og hann segi, man bara það sem hann sagði þér, hættu að drasla, berðu ábyrgðina og hann var ekki búinn að búa til ein ný vanskil á þessum 2 árum. Hann var orðinn edrú, ég ætla ekki að eigna mér neitt hlut af því, hann gerði það alveg sjálfur. En þetta gerði hann alveg sjálfur og hann alltaf að segja með mig, takk fyrir. Og ég segi, já, en þakkaði sjálfur þér að þú gerðir það sem við töluðum um. Þú hlustaðir og þú fórst eftir því. Þannig að núna vorum við að skoða skuldirnar, það er það sem ég mun kenna ykkur næst í skuldaþrepinu. Þá var komin tími til að fara að vinna með það sem var orðið kjurt en voru fullt af skuldum og skoða hvað ég var að gera við þær. Það er bara ekki tími óreiðunar, það er bara að læra að hættu að búa til nýtt. Ég held ég búin að segja þetta nógu vel, er það ekki? Hættu að drasla. Er lausnin í óreiðu. Ég ætla að segja ekki með litlu þrepin hérna næst. Þannig að þá sem sá er að læra sem er í óreiðu, kíkjum bara rétt á það í lokin, að fyrst er bara meðan hann er í óreiðu þá er alltaf með alltaf meiri pening, að því að reyna að leika mér og hafa gaman og njóta lífsins. En svo þarf hann að fara að taka ábyrgð að segja, bíddu, ég þarf að velja, ég get ekki bara endalaust að leika mér, að missa leiguna eða þú veist það er eitthvað svona hættulegt að gerast og hann velur að greiða mikilvægustu reikninga. Hann tekur þessa ábyrgð, hann er búinn að sjá þetta og hann velur hvað hann ætlar að borga og svo framkvæmir það, borgar hann mikilvæga fyrst og lifir og rest sem kannski er bara lítið sko. Þannig að hann hefur ekki pláss fyrir að leika sér eða kaupa sér eitthvað. Því miður, þetta er ekki lausnin okkar en þetta er mikilvægur þroski. Og leið og hann gerir þetta er hann komin upp á skuldaþrepið. Þannig ég gef ykkur lausnin þar. Það var engin áþreifanleg lausn hér. Það er bara að þú hættir að búa til nýtt. Alright, látum þetta að duga og við sjáumst í skuldum.